Why didn't nobody tell me that book talk was not just about talking about like Harry Potter and Twilight and it's actually about gourd corn? What is Book Talk's meaning? I've been seeing a ton of videos posted about this and how so many people think that Book Talk is just a place for like romance readers who enjoy spicy books. Looks like you just walked out of Book Talk. What the fuck is Book Talk? BookTok orðið stórt fyrirbæri, en hvað það? Eftir að TikTok var mikið notaður miðill urðu til lítið samfélög innan forritsins og algríminn eða algoritminn eins og kallað ensku er það sem tengir fólk saman eins og á BookTok. BookTok sameinar fólk sem með svipaða smekk af bókum og duglegt að segja sínar skoðanir og setja inn meðmæli fyrir aðra lesendur. Þessi miðill hefur þó haft áhrif á framleiðslu bóka, dreifingu þeirra og neyslu almennings. Notendur TikTok sem eru á BookTok samfélaginu hafa mikil áhrif á framleiðslu bóka og geta þeir sent bækur sem eru aftarlega á vinsældarlistanum framar eða jafnvel efst bara með umfjöllun bækurnar. Útgefendur og bókasalar hafa komið sér inn á BookTok til að hafa áhrif á hvað er vinsælt og hvað selst, en í leiðinni reyna til margir að tengjast áhorfendum og fá þá skilning á hvað lesendur vilja. Sumir áhrifavaldar á TikTok sem fjalla bækur eru einfaldlega að segja sínar skoðanir en inn á milli eru einstaklingar sem fá gjafir eða bækur fríar frá útgefendum eða höfundum sem hefur áhrif á þeirra skoðanir og það efni sem þau senda frá sér. Sumir segja að BookTok sé góð leið til að fá ungt fólk til að byrja að lesa eða að BookTok sé öruggur vettvangur fyrir ungt fólk til að kanna bækur sem ætlaðar eru fyrir ungt samkynhneigt fólk. Í greininni The Rise of BookTok er fjallað að samfélagsmiðlar séu tímasóun fyrir ungt fólk. Þá er talað að BookTok sé snúningur í tímasóun og sé í raun fræðandi. Þetta er vettvangur þar sem bókaaðdáendur að skiptast á skoðunum og gefa meðmæli á ákveðnum bókum. Rithöfundar finna margir fyrir BookTok þar sem að sölur á sumum bókum hoppa reglulega upp þegar umfjöllun verður mikil á miðlinum. Þessi grein er frekar jákvæð fyrir BookTok og talar að þar sé gullkista að bókar meðmælum. Við hugsuðum að BookTok sé að hafa svipuð áhrif á bókamarkaðinn og Kiljan að hafa á þar íslenska. Við fundum því námsritgerð sem við ætlum að koma með beina tilvitnun úr. Áhrif Kiljunar eru vel merkjanleg hvað varðar sölu eins og fram kom í orðum Jóhanns Páls og undir það tekur Rúnar Logi Ingólfsson, verslunarstjóri Eymundsson í Austurstræti. Sagði hann aðspurður að Kiljan hefði mikil áhrif á sölu bóka og sérstaklega ef bók sem væri til umfjöllunar fengi jákvæða gagnrýni og góða dóma. Einnig finnur Rúnar fyrir því að ef bók fær slæman dóm, slæma gagnrýni, að þá ætti hún til að týnast, seljast lítið eða nánast ekkert. Svo mikill er áhrifamáttur Kiljunar að mati Rúnars. Ég get alveg staðfestað að við finnum fyrir áhrifum í bókabúðinni. Bækur sem fá góða dóma taka yfirleitt kipp í sölu næsta dag og eftir. Við settum saman spurningalista og settum hann í könnun til að skoða viðhorf fólks á BookTok. Síðan sendum við hann á bókaklúbb og nokkra aðra sem við vitum að lesa mikið. Gaman var að sjá mismunandi svör, tilfinningar fólks og viðhorf þeirra á BookTok. Hér ætlum við að fara yfir könnunina og niðurstöður hennar. Svarendur í þessari könnun voru 23. Fyrst spurðum við kyn og þá voru 20 konur sem tóku þátt og 3 karlmenn. Aldur var frekar einhæfur en þó einhver af flestum aldursbilum. Fjöldi bóka lesna ári var frekar vítt hjá svarendum en það var allt frá 0 til 10 og upp að 50 eða fleiri bækur á ári. Aðalflokkurinn sem svarendur vilja lesa er fantasía, þar á eftir rómantík og minnst er lesið sjálfhjálparbækur. 4 svarendur svöruðu að þau noti ekki TikTok. Þegar við spurðum hvort að svarandi hafi rekist á myndbönd af BookTok voru svörin svona en það voru 19 sem sögðu já, 3 sem sögðu nei og 1 sem sagðist ekki vita það. 15 höfðu keypt bók út af BookTok en 16 höfðu lesið bók út af miðlinum. Næsta spurning var hvað fekk einstaklinginn til að lesa bók út af BookTok
og er brot af svörunum hér. En það voru, til dæmis, stemmingin í myndbandinu eða ákveðin áhrifavaldur að tala bókina, magnið af myndböndum, texti sem var grípandi, góð frásögn eða annað slíkt. Við spurðum út í hversu mikið svarendur treysta BookTok og voru 10 frekar sammála, 5 hlutlausir, 4 frekar ósammála og 4 sögðust ekki nota TikTok. Þegar við spurðum hvað þeim finnst BookTok þá voru svörin frekar skipt. Einhver sagði að BookTok væri skemmtilegt þegar manni vanti hugmyndir að nýjum bókum, annar svarandi sagðist ekki fíla það og finnst oft verið að hæpa upp aðra bækur sem ekki einu sinni góðar. Eitt svar var að oft sé verið að draga niður aðra fyrir þeirra skoðun á bók, svo það má nú segja að það sé ekki allir á sömu skoðun. 15 sögðu að lestraráhugi aukist hjá ungu fólki út af BookTok. Svörin við því af hverju lestraráhugi hjá ungu fólki eykst notkun BookTok eru meðal annars að forritið minni á lestur og gefur hugmyndir af bókum til að lesa. Annar sagði að TikTok nær til þeirra. Einn svaraði að það að heyra einhver tala bók af áhuga getur vakið áhuga einhvers sem hefur mögulega ekki lesið hingað til, svipað og að kynnast áhugamálum í gegnum vin. 11 svarendum fannst BookTok vera menningarlegt samfélag, 4 fannst það vera markaðstól og 7 sögðust ekki vita það. Að lokum spurðum við kosti og galla á BookTok og voru helstu kostirnir að hægt var að gefa og fá meðmæli. Það fær ungt fólk til að lesa, hvetur til meiri lesturs og margir fleiri kostir komu í ljós. Gallarnir voru helst að óþarfa pressa myndast og stórir útgefundur taki smá yfir. Að oft sé að tala frekar dónalega bækur og sumir vildu að það væri stærri íslenskt BookTok. Sumir finnst alltaf vera að mæla með sama eins og Colleen Hoover og Sarah J. Maas. Svo eru alltaf einhverjir að reyna að selja eitthvað, var brot af svörunum. Okkar ályktin í lokin sú að við erum á báðum áttum varðandi BookTok. Okkur finnst frábært að það fær ungt fólk til að lesa og einnig fínn vettvangur fyrir fólk sem vantar innblástur. En aftur á móti vettvangurinn farinn að breytast og orðið meira markaðstól fyrir útgefendur og höfunda bóka. Frekar en að fólk sé að gefa sína raunverulegu skoðanir og finnst okkur það vera að eyðileggja þetta fína samfélag sem var byrjað að myndast.